Góða kvöldið og velkomin í vormót ljósleiðarans og með mér, það er nýr maður, kannski nýr, þú ert búin að koma nokkur sinnum. Já. Þú ert fastagestur. Ég var sjóari í þessu. Vel sjóari í þessu. Páll Sindri, Palli Bóndi, velkomin. Þú vildi meina að þetta verið mest spennandi leikurinn hingað til allavega og ég verð að vera sammálaðir. Já, það eru gaman að horfa á þennan. Þetta eru aðeins sjóari leikmenn heldur en margir sem við erum búin að horfa á með fullri vinningu. Vega á móti Sögu, við þekkjum alla leikmenninni í öllum þessum liðum og hérna erum við bara að sjá hvaða lið að fara í bara hreinan úrslitaleik einhvers staðar seinna í riðlunum á móti Dusty sem eru með þeim í riðil. Það ætti að vera þrusu mikið skemmtun. Já, fullt af nöfnum sem maður kannast við og veit hver eru og er búin að vera alla lengi, þannig að það verður gaman að sjá það kljást. Það er eitthvað aðeins öðruvísi við að horfa á leiki með leikmenni sem þú kannski hefur ekki spilað með eða kannast ekki við. Þetta er svo óþekktar stærðir, þú veist ekki hvað þú átt að búast við, en þarna þá getur við labbað inn í leikinn og bara ef einhver að fara að óperforma þá veit ég það. Já. Ef einhver að fara að drull í degi þá get ég kollað hann út fyrir það. Já, klálega. Þannig að tvö skemmtileg lið að horfa á, ég hef alltaf haft gaman af Sögu. Saga er eitthvað mesta jójó-lið sem að ég veit annarkvort eru þarna eða eru ekki þarna Ég veit ekki hversu oft ég talaði um þetta ég horfði á streymi. Já. Þegar þú varst aðeins að setja á þetta og þú varst gjörsamlega að missa vitið yfir því á einhverju svona, þetta er eitt mesta pjúra skemmtun. Ertu ennþá að streyma svona það? Nei, það er allavega svolítið langt síðan ég gerði þetta en þetta er ótrúlega gaman, ég var eftir að gera þetta einhvern tímann aftur af því að fólk einmitt tjúnaði inn út af þessu Já, faktorinn. Það var hiti á manni Já, faktorinn ég man ekki, ég man svo mikið eftir þessu. Ég kvótaði þetta einhvern mann bara þegar ég sagði eitthvað og síðan vinnar eitt ránd og þá eru konur upp í frá 5 upp í 6 bara sjokkerandi Tommi, ertu að telja bæta einum við? Ég bara, þetta er eitthvað að skemmtilegasta. Ég var ekki að reyna að vera leiðilegur Nei, mér varstu bara ógeðslega að fyndið Við höfum allir verið þarna. Ég hef alveg tók líka inn og eitthvað tímann alveg fyrir en það var bara í gamni gert ég talaði nú bara við hann eftir og það var ekki illa meint Ekki horfa á streymi. Hann tjúnaði alltaf inn og lét mig alltaf vita og það er gaman að þessu Þetta á að vera gaman og til þessi leikurinn gerður. Við skulum kíkja hins vegar á leik kvöldsins. Fyrsta liðið sem við ætlum að kynna til sögunar er Saga. Saga hafa verið í svona örlítið breytingum, áttu náttúrulega leiki á 15. senstu viku. Alveg, það er breytt lið. Það er engin Mozart, það er Viktor Adi, Vissar, Dóm og Jón kemur inn. Ofur þjálfarinn, hann Jón, var með þeim á, hann var nefnilega með öðru liði á háninginum á sín tíma en hann hefur svona verið þekktur fyrir að vera svona einhvern veginn þjálfari Sögu, bara óvart einhvern veginn, en gaman að fá hann inn. Þetta lið hins vegar náttúrulega tók smá breytingum, Adi á sínum stað eins og venjulega, Dóm á sínum stað, Vissart búin að vera inn úr þessu liði, einhvern veginn hægt og rólega, en Viktor kemur alltaf inn. Þetta er mjög spennandi leikmaður. Já, ég er mjög gaman að horfa á að spila Þannig að, hvað heitir Höttur eða... Já. Já, mjög skemmtilegt. Líka Mozart, mjög góður spilari, Kom mér líka virkilega óvart bara að koma svona einhvern veginn nýr eða aftur inn í sinn eða hvað sem hún kallar það og standaði svona vel, Hann er svona ógeðslega stæli spilari eða flashy, hann svona allt í einu kannski tekið ránda sem dribblar 4, En svo hann kannski líka til að týnast svona inn á milli, Höfum séð töluvert það þegar Jói Shine kom einu sinni fyrir einhverju viku síðan. Þá vorum við að horfa á leik sem Mozart var að spila í og gott að hafi ekki verið Saga eða Höttur eða eitthvað álíka. Og hann bara algjörlega, hann var í Kanu þá. Hann algjörlega eins og segir, bara hvarf í langan tíma. Í næst senasta rándi í fyrri hálfleik, hann eisar og 4K bara í röð og síðan bara, það er búið að kvikna á hann. Ég held að sé að hann er svona kall sem að þarf kannski eitt ránd þar sem að hann bara á rándi, og þá er bara sjálfstraustið komið og það er bara allt komið, Já.
Þetta er náttúrulega eins og við höfum talað í fortíðinni, þú veist, rosalega mikið svona sjálfströst leik. Já, klálega. Þegar við erum komin á þetta, þú veist, efra level sem að til dæmis þú varst að spila á, er eitthvað sem að svona ingemlítararnir voru svona ákveð, við þurfum að koma að palla eins í gang? Nei, ég held að það bara oftast bara snýrist að hvernig ég var, sko, hvernig ég kom inn í hérna leikinn, sko. Menn nú kannski ofta þú veist, að reyna að hressa maður við eitthvað, maður mætti kannski pirrar eftir fótboltæðingu eða eitthvað, skilur við, það var nú bara yfirleitt eitthvað svoleiðis, sko. Svo fann ég bara, ég veit ekki, ég einhvern veginn var bestur alltaf þegar það var mest undir, sko. Ég veit ekki út af hverju það var, sko, en þú veist, mér var alltaf eiginlega bara alveg sama, sko. En svo þegar maður var eldri og kannski aðeins meðvitaður skilur við, hérna, bara allt í kringu sig, að þá varði þetta alltaf svona meira og meira, maður hefði kannski þurft bara sálfræðing á sínum tíma, sko. Maður að fá okkur til að tala við stundum eftir leikina, sko. Mikið hamagang, en hvað finnst þið samt þetta konsept, þú veist, út af því að við erum alltaf með ingemnýtir sem er dálítið, let's face it, ADHD er rosalega mikið svona sendera hluti í kringum sjálfan sig og svona framvegis. Hvernig heldur hann sé að koma svona leikmönnum í gangi eins og Mozart sem að, já, hann er dálítið stríki, við þurfum að koma honum í gang, þetta er gamla góða dísilvélin, sko. Já, ég átta mig ekki á því hvernig, ég held að einmitt að Mozart sé einmitt þannig spilari bara, hann þarf bara að vera á sínu, sko. Ég held að það sé enginn einhver annar að fara að sparka honum í gang eitthvað per se, sko. Held ég, sko. Allavega, leikmenn sem við viljum allan að fylgjast með í þessu, það hlýtur að vera, já, ætlum við að fylgjast með Jón. Er Jón einn af þessum spennandi leikmönnum eða eru við bara að fara að einblína hérna á já, leikmenn eins og Vissart til dæmis, þú þekkir Vissart gríðarlega vel, geggjaður leikmaður, kemur inn í þetta lið sem algjör stjörnunspilari. Já, algjör, sko, ég er mjög gaman að horfa á hann, hann er bara pure aimer, sko, eða hvað, já, hann er bara ógeðslega hittinn þegar hann er einmitt á sínu, sko, og þú veist, hann getur alltaf tekið leiki ef hann langar það, sko, svo getur hann líka bara verið umulugur, sko. Ef hún langaði það líka, sko. Já, það er líka eitt annað sem að við sjáum með þetta sögulið, af hverju það er svona skemmtilegt. Já. Þetta er svo mikið all or nothing og þeir eru að mæta, þú veist, döstiliði, gjör svona pakka þeim saman. Nákvæmlega, það er einmitt svona eins og því stærri sem leikurinn er, því betri verða þeir og því svona peppaðir verðaðir og meira klárir í þetta heldur en öfugt, sko. Já. Ef þeir var að spila eins og síðasta leik sem ég lýsti hérna var hjóla á enska á móti Vekka. Já. Ég hef alveg getað séð bara sko sögu verið í vesinni með þá, sko. Já. Bara út af því að þeir eru bara enga við peppa. Já, bara neins ekki. Já, nákvæmlega þannig attitúd, sko. Já. Þetta náttúrulega getur líka alveg snúist bara hvernig ADHD er líka, sko. Ég held einmitt að hann sé svona, þú veist, hann vill vinna stóru göruna og vill vera böggandi, bara, fattar þau? Já. Þannig að ég held einmitt að þetta snúist líka kannski aðeins bara hvernig hann er og bara mindseti sem hann fer með inn í innan leik, sko. Já, ótrúlega sammálaðir. Hins vegar, hinum einn, við ætlum að kíkja á lið Veka. Annar lið sem er gríðarlega rótgróið, kemur í núna annari mynd, voru náttúrulega Breiðablik fyrir nokkrum tímabölum, en Virus, Furious, Sörk, Rex og Deathkick, þannig að það er engin vanker eins og ég var eiginlega búinn að óska eftir. Já, bara við því ekki en það persónulega út af því að ég held að þeir þurfi vanker inn í hennar leik bara til að eiga séns í sögu. Saga er ógeðislega gott. Já, ég er sammála. Ég hef, já, reyndar var Leo hérna MVP í síðustu seríu sem ég var hérna, en hann getur nú alveg, hann getur allavega eitthvað. Og Rex, ég var alveg mjög hrifinn á honum, þetta er vist einhver ungur strákur sem á alveg framtíðina fyrir sér hérna, allavega í ljósleiðardeildinni, sko. Eitt sem við getum svo sagt Veka, til dæmis, ef við tölum bara sérstaklega Rex. Rex var að spila náttúrulega með Young Prodigy liðinu sem að Blikk var að leiða þarna eftir Atlantic tíma sinn. Var einn af þessu leikmönnum sem voru svona, því voru áhugaverð og sást það var eitthvað þarna, en einhvern veginn fullmótaðist aldrei. Nei. Var þetta ekki þegar þið voru með 2 erlendar líka með sér, var það ekki Rex? Jú. Koma þá með þessar 2 erlendu, síðan fóru þeir og þá fekk Rex meiri spilatíma með Pressa og Co. Eitt sem ég er mjög hrifinn af samt er að hann er að koma inn í sko lið sem að er Virus, Furious og Deathkick og þetta eru mjög gamal reyndi spilarar, vafalaust, og þeir eru
Já, Þeir- og Serkei svolítið núna, hann Já. bara búin að vera mjög lengi í hann sko. Já, einmitt. Og þeir ætti að geta hjálpað hann öllítið og það sem Vega er búin að gera mjög vel, þeir eru búin að taka inn þessar leikmenn og bara Já. svona einhvern veginn byggja það upp. Þetta er líka allt svo skemmtilega strákar hann í Vekka Já. og rosalega næs. Þannig að ég held að þeir eru mjög auðvelt og ég held að þessi mjög þægilegt fyrir Rex að vera einmitt með þessum kjarnar sko. Já. Þetta er allt toppmenn sko. Má ekki taka viksluna samt. Ég held að séu lítið eitthvað að skammast í honum og bökast í honum sko. Held ekki. Samt að við kíkjum svona yfir bara hvernig line-upið þarna er. Þú veist, Sörk, við sjáum, hann var náttúrulega í sögu á seinasta tímabili, var frábær með þeim til dæmis á stórmeistaramótinu þar sem við komist í úrslitamóti Dusty, Já. tapa þar að sjálfsögðu en þarna Hann er mjög öflugur sko. Hann Já. er líka mjög svona klötsspilari fyrst mér. mjög klöts Fer hægt og sér margt sko. Hann er einmitt mjög mikið svona á silent-takkanum en hann veit alveg hvað hann er að gera sko. Það er mikil hugsun á bakvið hérna playin hjá hann, vill ég meina allavega þegar ég horfa á hann spila. gríðarleg hugsun, þetta er eins og Íslendingasögurnar sko. Já. Eitt sem að sko, er við þetta lið samt, hvar er aggressiv ræflerinn? Það er, ég held að Leo verði það bara. Já. Þarna. Furious, hann er frekar fyrst mér passiv. Og já, svo náttúrulega er Vírus að fara á vappunum. Já, þetta er eiginlega allt passivi spilari. Þetta er á milli Rex og Deathcake, myndi ég segja. Þetta eru ansi stór hluti sem að þarf að fara á Rexana. Já. Deathcake að sjálfsögðu, já, við getum síðan í smá versatile hlutverki, en það verður einhverja endri í þessu liði, annars er ekki að fara að gerast. Nei. Ég held að Leo reynir það allavega. Já, það væri, hann reynir það allavega. Já. Sko, þeir eru, bæði þessi liði er búið að koma bara 2-0 í gegn, Vega sigra hjólið, fá síðan bæ, því að þeir voru sátt í hjáinumferð, Saga búin að vinna Neista og Boys Don't Cry 2-0, bæði lið búin að fara 2-0 í gegn. Er það að fara að halda áfram hérna í kvöld? Er þetta að fara 2-0 fyrir öðru hvoru liðinu eða eru að fá 3 upp? Sko, hvaða lið byrjar að pikka? Veitum við það? Ég held að Saga byrja að pikka, ég kannski fæ það staðfest bara hérna að... Ég er alveg hrættur 2-0 sögu sko, en ég veit heldur ekkert hvernig þeir eru búin að spila sko, ég veit alveg að Vekka strákarnir, þeir eru alltaf duglegir að spila saman sko, þannig að ég held þetta fara svolítið bara eftir því sko, Saga byrjar að pikka og bara á þeim nótum þá langar maður að kalla bara upp vítóið, ég er búin að spát örlítið fyrir hérna, bæði liðin fíla Núk, bæði liðin spila Dust 2 og spila líka Anubis eitthvað. Þannig að ég held þetta muni vera Núk Dust 2 Anubis. Gott mappul fyrir okkur. Mjög gott. Ég óska ekki eftir Ancient og ég óska ekki eftir Inferno. Já, Saga bara bjarga okkur. Saga búið að banna hann, já. Nenni ekki Inferno. Erum við ekki að það búast til sögu að Saga pikki Dust eða eru Vekka það góður í... Pikki ekki Vekka alltaf Núk í það? Jú, Vega er að pikka Núk en Saga er líka búin að pikka Núk þannig að þeir deila þessum mapp-pikkum hjá sér. Fyrst og annað, Furious á til dæmis skátinum í Dust 2 er eitthvað annað gott. Já. Núna er Saga pottet að hugsa sig alveg rækilega bara eigum að pikka Dust 2 hérna. Ég er persónulega ekki hrifinn af liðin sem pikka Dust 2 sem mapp-pikki sitt. Það er bara... Nei, en það virðist vera rosalega komið inn í meta núna í dag sko. Og það er líka, maður sér alveg munin á góðu Dust 2-liði og ekki sko, þeir reykja það sko. Já, algjörlega sko. Alveg eins og við verum að horfa á hérna, hvað heit það, Klúch eða hvað sem þetta er hérna, mótið sem að var hérna. Já, Klúsnabóka. Já, það var bara hverju einasta leik að það var Dust 2 pikkað á öðru hverju liðinu sko. Já, það var rosalega mikið allavega og við erum að hverfa lítið meira inn í þú veist, að heimamöppurinn og Dust 2 og Ancient og svona dót sko. Sem að geðveikt að horfa á leiki í þessum möppum sko. Mér finnst ógeðslega gaman að horfa á Dust 2 leiki sko. Já, ég fíla miklu meira eftir breytingarnar og líka bara eftir að við portum í síðast reyndar að vísu því ég segja það sko, eins og þú veist, ef að herrarnir ná hérna B-inu early, þá bara er maður að horfa á 50 sekundar að save sko, bara round eftir round sko. Mjög mismunandi sko. Já, þeir pikkuðu Dust Saga, sé ég. Þarna eru Vega að pæla, ok, eru við að fara í eitthvað annað mapp en Núk bara til að þið fá ekki 2 af bestu möppinu sinu. Já. Því að þetta er alveg vesinn sem ég sá fyrir, sko. Þetta er alveg trikki fyrir Vekka, sko. Þeir pikka Miras. Áhugavert.
Já, þeir hljóta að taka meira sér hérna af þeim, sko. Já, Það var ekki bara í 3. það gæti nefnilega verið. Við sáum svona sögu spila Mirage fyrir einhverju síðan og þeir voru, ef þú horfir á þetta lið, þetta áhallega að geta spila Mirage. Já, við ætti að spila Tengi og ADHD í miðinu og þannig að Dóm á B-inu. já, Viktor og A-inu og Já, þú ert bara með frábært line-up þarna fyrir nákvæmlega þetta. Ancient bannað og þá hlýtur þetta að fara í Nuke sem decider. Ég 100. Ég trú ekki öðru. Já. Train bannað Bara og rétt. Nuke decider. Þetta er geðveikt mappúl, sko. Þetta er geggjað mappúl. Meira snúk. Sko, eitt sem að mér fannst áhugavert, ég fekk ekki Anubisi mitt, það var bannað dálítið early út, en samt sem áður, hvernig heldur að, þú veist, hvernig horfa Vega á mappúla ekkur núna? Eru þeir underdog í þessum leik? Já, eins og ég segi, þá man ég ekkert eftir að hafa eins og ég séð, sko, séð sögu spila ekkert með Mirage, sko, þannig ég veit það ekki, sko. Mér finnst þess að Vekka sé að fara að taka Mirage að þeim, sko, þannig ég held þetta að fara í 3. mapp. Ok. Og þá held ég að skiptum á máli, hver vinnur, nývæðslægin í 3. mappinu, sko. Já, í Nuki. Já. Það er endar eitt sem við höfum séð rosalega mikið hjá, sko, til dæmis sögu. Þeir eru rosalega naskir að breyta stratt, finna rétta, misnota það. Ég veit það. Gera aftur og aftur og aftur og aftur. Á meðan eftir að Bjarni fór úr liðinu, þá finnst mér tísætið á Vega ekki vera alveg að beitt og það var. Nei, reyndar ekki, sko. Bjarni er mjög góður yngjalitir, sko. Veit alveg hvað hann er að gera. En af hverju hætti hann í Vega? Já, hann er ábyggilega ennþá í spjallinu, sko. Hann tók víxluna, þannig að þú getur ekki hort fram að því, sko. Nei, bara víxlan og svo bara farin. Já, það er dálítið steikt. En hann er í ykkur liði í fyrstildin, sko, Aurora eða eitthvað. Já, hann er að spila með þeim. Já. En við erum allavega komin live hér í Dust 2. Það er bara beint B. Já, eins og segir, ná B er fullt í gildi og þarna, já, byrjar þetta ekkert allt og vel. Þetta er fljótt að breytast, maður. Já. Nei, býttu nú við. Vankir er að spila. Já, Vankir er að spila fyrir... Þá erum við komið spjótsoddinn sem okkur vantaði, en vantar þáttið lokaran sem að Furious er, en Vankir allan einn eftir á móti 2 hausar þetta niður, 2 HP. Ekki fundur ekki henni smókin og ennþá sjens í rándinu, en sjensin er lítill fyrir skagamannin. En já, Furious er ekki að spila. Já, engin Furious sem að er bara algjört högg fyrir liðið, finnst mér. En Eithor hann er öflugur líka. Hann er bara svo góður Dust 2 spilari, hann, Furious. Já, líka Núks, ég man svona mest eftir hann meðlega í Núk, sko, bara að fá að síðustu leikti þegar hann var að spila hana í, hvað er hann, úti hana sem að fara niður, Secret. Já, mjög duglegur þar. Jón hefur alveg tæpt G-túbuna fyrir útsendingu. Passa upp á lookið, sko. Já, það er skilt. Look good, play good. Þetta er það sem ég læriði mjög snemma, sko. Já, menn þetta er alveg satt. Þegar þú ert svona sveittur í tölvunni kannski, nenntir ekki að fara í sturt eftir æfingu eða eitthvað, þá líður þið bara ekkert eins vel, sko. Það er rétt. Vankir er að hitta með skápnum, sko. Hann er að taka á alla þetta niður og kom með fraggið allavega á sig, 4 HP, ennþá að gera skada. Hann er ennþá að halda áfram að taka og það er no-zoomið á Vankir. Þetta er rosalega skrítið ránd og sögursamt. Það verður að segjast. Þetta er eins bitlust longpuss og ég séð á ævi minn allri. Bara 2 að reyna að drepa skátin hann upp á, sko. Já, Vankir er að fara ekki að finna Sá hann ekki skuggan eða? Nei, sá hann ekki. Leo er alveg, sko. Hún langar svo að kíkja. Hann bara þorði ekki að kíkja, sko. Vankir, þetta er 4K. Veitu, hvað var hann með þarna? Var hann með Red Bull eða? Já, hann er með Pink Edition. Hann er með hennan. Já. Starfsmenn hljóðsveðars hljóta hafa komið með hann bara til hans. Það lítur að vera. Nýta alveg hvert ég að segja þetta. Það stakkat. Býttu nú við. Vissard, það er sama peysa og alltaf. ADHD, opnaði fyrir B-playið þarna. Hljóta geta ætt hérna inn. Það er engin molli, það er ekki grensa.
Það samt þetta vel gert hjá Eyþóri að það krúsjál, náttúrulega City-málinn, hann gerir ekki neitt í föstum, bara ekki neitt, sko. Þetta er bara eins useless. Þú verður að nota með grænsur. Já, svo líka eins og skrítið, termólinn, hann allt öðruvísi, sko. Það tekur miklu meira damage í byrjun mála, sko. Vissir það? Já, ég vissi að hann sprettaði bara pingu lítið. Já, en hann tekkar meira sérst í byrjun, sko. Mér finnst það bara galið, það meikir ekkert sens. Nei. Ef eitthvað þá ætti það að vera hinsegin, sko. Það lítur að vera eitthvað að ræða bak við þetta. Bara Valva Pro eitthvað og síðan bara verða það einhverju endalaus. Já. Rex gerir þetta snirtilega. Já. Komin á 3K og eitthvað fundið þetta 4K á Dom. Hann situr í miðunni. Já, við viljum fá einhvern snemma í gang, þá hlýtur að vera ungi leikmaðurinn sem á sjálfstraust. Það var ekki alveg nógu gott spray hjá Deathcake. Smá fruss. Rex á sjortinu. Dómur að fara að lappa inn hérna. Snirtilegt 4K hjá Rex og tryggja annan landið fyrir Vega. 6 kill eftir 3 round, það ágætt spyrjun hjá honum. Djöfull alltaf margir hérna inn í arena. Býtu, af hverju er ljósin kvikt hérna fram mér bara? Ég vil sjá slökkt svo lanir. Já, skil ekki alveg. Já, við pöntuðum herbyggi hérna í arena. Til maður koma helgina, fagna ammali. Aha. Já, það verður geggjað. Það ekkert skemmtilega heldur en að fá sér eitthvað smá og spila counter í vélunum. Það er ekki í counter, það er ammælisbarnið á ekki síðast og spila ekki síðast. Nú. Hvað þá? Já, hann spila bara Red Dead Redemption og eitthvað. Þú erum múlið að fara að ríða hestum bara eitthvað. Komnir út með eitt. Komnir með M4. Eiga ekki djútil nema eitt smók á Jóni og hann er fundinn. Deathcake hausaður vissulega en Nandi verður ólíklegra með hverju sekundinni. Deathcake eins og að fundinn. Smókurinn pikkaður upp. Hún lítur þetta örlítið betur. Dom þarf að halda hérna árás frá sítjónum. Og helviti ólíklegt núna. Vanger á MP9 krækir í þetta. Það var engin armor í þessu. Engin von. Leiðu fóru allir í gegnum gluggan. Þetta var ekki að fara að gerast. Nei. Þurfti ansi mikið til allavega. En 3-1 fyrir Vega. Þú erum að byggja upp dágóðan bonga þarna á allavega 2. En nú kemur vappin í leik. Vírus og ADHD á sikuru prikinu. Hérna alltaf bara að reyna á taggi. Ætla á neðra. Væntanlega eitthvað short control. Challenge að bíð, næstu byrjun. Short control móti líka hjá Vega. Vírus og ADHD skuggala nálkur með örum að ná. Rex með Tom úr neðra. Glæsilegt setup hjá Vega hérna strax í byrjun. Það var að miða shortið, sant? Nei, hann var að miða undir. Já. Hoppaði inn í línuna, sko. Stálheppin, sko. En hann líka að vera heppin. Hvort er betra að vera góður eða heppin? Góður. Já, það ekki það. Ég veit ekki. Ég er hvorugt. Vanger allan að reynir á heppina hérna í miðjunni í örlitlu off-angle. Nærða fyrsta en brest búalistinn í þeim. Ég held að það sé mjög gott að vera bæði, sko. Það er örgulega geggjað. Sástu Nico helgina það. Sá back, sko. Hann er geggjaður. Eins mikið og ég er ekki Falcons maður, þá var ég heroic maður. Ég er að fíla þetta lið. Þú ert ekki að heroic maður í dag. Ég er ekki heroic maður í dag. Ég fílaði bara line-upið. Þeir tóku hérna Astralis og skeimdi hérna rétt fyrir mót. Nei, hérna, já. Í online mótinu hérna fyrir playoffs í hérna. Já. Það var bara gali, sko. Ég held að Astralis hérna 6 rondum mót. Gerði síðan bara connecti konsól og gjör svona rústuði face. Já.
Þetta vel gert hjá Viktori maður. Já, 1-1, 1 á móti Rex sem er 7-1 akkurat núna með Kit nægan tíma til að vinna með. Svo mikið tímasetning þarna, Viktor pælir ekki eins og í því að hann sé komin út. Vel spilað á Rex. Og vel spilað á Viktor líka. Viktor var einu að koma þessu í ránd. Þetta var alveg búið þetta ránd, sko. En Vekka líta vel út hérna í byrjun. Gríðarlega vel. Eiga pening, nægan pening. Lossbónus komin á sögu en maður hættir að tala lossbónus þegar þú ert að fara að tapa allir rándunum, sko. Já. Svo bara nýju leikurinn að skipti bara svo miklu máli að byrja vel líka, sko. Já. Þetta eru bara upp í 13 ránd, sko. Minnst entry-fraggarar og aggressive rifles vera miklu meira value í þessum leik heldur en í CSGO. Já, það er bara auðvitað að hlaupa og skjóta. Það er mikið kvarta yfir. Sörk og Rex gera svo einstaklega vel þarna. Þetta var bara mollin frá Sörk og sprayið frá Rex. Hann lítur vel út. Þetta gerir vel. Það er ekki til fyrir hann. Já, takka líka Viktor niður í hennu smókin. Þetta er... Saga þarf að fara að finna ykkur svör hérna. Já, klárt mál. Vankarinn er að koma í bak. Ef það er eitthvað sem hikar ekki, þá er það Vankar, sko. Hann mun píka strax hérna með frá hóðinu, sko. Já, Deathkick, hann beið í dágóða stund. Nei, hann er hættur að hreyfa sig. Já. Það er safe play. Vá, það er bara verið að dreifa sér jaft og þétt allt mappið. Engi séðans að gefnir. Þetta ekki stoppa líka, það er bara... Já, þetta er magna. Viktor er að fara að lappa í línu og svo. Hann var sjokkeraður. Já. Af hverju beið hann svona lengi? Það er alveg fókus á Vekkamennu, þeir ætla ekki að dabba þessu. Nei, það er bara alls ekki. Deathkick með eitthvað, með comeback hérna í ljóstardeildinni og vordeildinni. Það var í gaman að sjá. Deathkick, já. Það var betra eftir að hann kom úr Valorant. Já, hún grín, sko. Þetta er bara djók, sko. Hvað er hitta með skálskotnum í krossunum, sko? Virus opnar þetta eins og er hinn meginn á Dom, Genur Long, Vankar. Já, þú sagði það. Hann sleppir ekki tvöld af þessi. Mjög skrítið samt hjá Dom að gefa pikki á Long, sko, sérstaklega eftir að Krissi var búinn að taka hann í gegn, sko. Það voru komnir í yfirtöluna, sko, þeir geta bara fara allir saman og... Þetta er mjög snirtilegt. Já, mjög. Það er ringitótt. Vekir eitthvað? Já, fara að vakna. Vekka líta bara ekkert eðlilega vel út inn í byrjun. Það er ekkert að segja það sama með söguna. Eiginlega ekki. 6-1. Þetta er eiginlega bara að barma ráði bust. Þeir tóku bara pistol og svo hefur búið að vera eitt svona þokkalega close round sem átti aldrei að verða. Já, 1-1. Já, svo er þetta bara búið að vera bara walk in the park, sko. Aldrei veit vesen. Þrátt fyrir opnum til dæmis að ATHT. Nei. Einhvern veginn gefaði frá sér pikki strax tilbaka. Aldrei hlaðið einhverja algjöra sleggju saman 4. Bara pikkum eitthvað saman og... Ok, ATHT nær að opna enn og aftur. Hvað gerist næst? Já. Virus finnur pikku á ATHT, aggressir út mitt, vill ekki smóka CT. Það opnum fyrir að Virus kíkja hérna CT, Vissart nær honum. Já, BST er komið, þetta rand á að vera bara... Á að vera sleggja, en þegar þú segja það, þá er Sörk búinn að ná Vissart. Vankar 11-3 leikmaður akkurat núna. Já, hann er líka feelingið, sko, þegar hann er þannig að þá... Hann áttur að taka 1 eða 2 hérna með sér. Hann á aldrei ekki eftir að kíkja í þetta. Nei. Björður til smóknum, nær hérna Jón út. Þá verður ATHT, Dom stressaður í lobbyinu, kemur aftur tilbaka. Þessi grensa hittir. Nær nummer 2 farinn, reynir í Dom
og wow, þetta var bara nákvæmlega sem maður hélt. Já, þetta var fárlega gott tilraun hjá honum. Náðu 2. Náðu 2, en það sérðast. Það ekkert brálaður peningur á sögu, sko. Ekki brjólaði peningur á sögu og Vega eiga kaup. Já, eiga eitt kaup. Vanker hefði bara... Þetta stórt ránd núna. Já. Þeir eiginlega verða að stringja hérna. Þeir verða að stringja saman einhver rándi í tær hérna. Enn og aftur, það kemur taggið á skátinum hjá ADHD. Það hurðasmókur sínst að það verið góða hurðasmókur með þessa. Vissu að dætti að geta komist sjórtið. Hvað örlítið variety hérna í hittunum hjá sögu. Ágætis grensað á Vissard. Mitt upp í smókurinn sörkir alveg upp við hurðina. Þarna vinni vestinni, sörk að fara að tegja. Vírus næri Vissard á sjórtinu en smókurinn góður. Þetta er heitur. Já. Hann vankar í þessu. Þetta ábyggilega einn af svona betri leikmunum sem maður sér á sörunum. Allt svo fluid, allt svo þægilegt. Hann bara í rennslinu, sko. Flæði. 2 komin á B, 2 á A-inu, 1 komin á CT-spónið. Við þurfum vel að finna eitthvað hér. Ég held að, já, ADHD tekur held ég vírusinn, sko. Mér finnst það ákaflega líklegt. Það er svona að bíða örlítla stund eftir þessu smók og ætti þá að eiga skot en kíkja báðir á sama tíma. Flassið ágætt og ætti að geta krossað henn á sætið akkurat núna. Jón örlítið að klessa og kassa þarna og takkaði niður af vappanum og vírus. En 3v4 retake. Það gerir þetta að vera, já. Eyþór með sitt annað kill í randinu. Það gerir bara illa þarna. Hellu fyrir vírus. Já, vá, Jón var að drepa það hvar? Svort eða hvar var hann að drepa það? Jón? Já, það voru þetta City kannski? City? Ég er að tala um þá, Jón er að kíka frá sjortinu. Já, ok. Ég var bara að spáði hvort að City hann hafa komið sjort eða hvort að hann hafa drepið á City spán. Viktor, ná ekki frakkinu samt á leikmann á bíl, sko. Setti 1 á móti 1. Það var smá kuldi hérna. Kuldabóli. Þetta er CS2, það ekki? CS2 spreið. Vá, það er bara þekktur hlutur. Já. Hræðilegt. Sko. Spreið 11 ári í CSGO og ég er alltaf bara heimilislaus í CSGO. Já. Þeir vilja samt ekkert meina að einhverju hafi verið breytt. Já, vilja meina ýmislegt, sko. Ljúga því. Þetta er alveg fárlega gott, þetta nýja Red Bull. Já, þessi bleiki. Já, svakalega góður. Hátt ég skilin eftir á longinu. Þeir ætla að fara bíð. Viktor ætla að vera í miðju með AK-in. Hvað liggur hérna fyrir? Ég veit það ekki. Það er eitthvað flétta. Já, allavega hann skilin hérna eftir á longinu. Koma síðan aftur þar inn. Þetta er stórskrítið. Og hann að feika bíð. Alltaf Dóma labba bara ekki ennum smók. Já, mér sýnir þetta. Svo núna smók long. Það er playið. Það finnst þetta virkar. Sörgur fyrst að hann ekki ennum smókin. Þurfa að æða þetta upp á Rex í smá vesinni. Nær ekki að lifa í kjölfar á því. Sörg með annan ekki ennum smók. 2 á móti 3 og bomban er ekki komin niður. Vírus ennþá á sjortinu með vappa. Og Molly upp á sæti. Já, Haggi hefði kleift að koma back long, sko. Þægilegt vanker. Gott Það er frakka að enginn að stoppa Eyþór núna, sko. Nei, ekki neitt. Hann er ekki bara að bíða eftir einum. 17-5. Skrítið að senda Dóm einnig gennum smók. Þú nærð ekki fraggi Nei. þegar þú hleypur gennum smók. Nei, líka því að þú veist, þeir voru náttúrulega með presence hérna út á long og voru svo ekki búin að láta heyri í sér í heila mínútu. Þá var væntanlega augun komin eitthvað annað heldur en Á longið. á longið. Það voru 2 komin inn á B, sko, bara að horfa á þetta. En flétta er flétta.
Flétta. B-spawn. Boppa niður. Þeir eru ekki bara að fara að byggja hérna. Reynir í takkið. Jú, hann er að smóka gluggan annars ég. Nær takkin á Deathkick. Deathkick er lár hérna inn á 46 HP á honum. Flastaður. Gætu náðunum út hér. Já. Svörka bakloppi. Óli kominn. En Vírus fyrir ekki í gegn. Þessi smókur er hræðilegur. Hvað er að gera? Það er Chris að gera. Þetta er ótrúlegt. Þetta er ekki fallegt. Nei. Vakar bara Grenjandi hlæja þessu sko. Hann ætlaði að smóka einhverjum lurksmók, komast fyrir utan hann og halda hverju. Ég veit það ekki. Ekki konum með bombuna niður. Ekki að hjálpa vísat inn á sæt. Nei, bara því að búa að smóka bílabí, farið bara inn á bí og hjálpaðu félagaðinu. Sko. Komum bombuna niður, bara með eitt gaur fyrir aftan smók. Ef hann þarf að pússa út þá getur ekki að síðan frekar öðla. En það er hann að mál, það er 9-2 veka alveg af kjöldrag hérna Sögu í Dust 2. Pickið hjá Sögu. Krissi með 9. skátin sinn, held ég. Með hellinga tökum, bara Nóa sko, það er bara kannski skynseminn að kaupa alltaf skát ykkur einasta rondi, sko, í staðan fyrir bara eiga og geta peningur í vappanum. Það er vel spilaður ekki þarna. Já. Góð tíma sem ég kann píka þarna. Dóm komið lurksmók. Bara komið sér í hotnið, spottar nú Deathkick. Velt skot fyrir hann. Og þá voru við 3-5. Jón, gott skot á Vírus. Hræðilegt spray hjá Jón hins vegar. Elskar að standa hérna og líka bara láta eins og ég sé betri sko. Já, maður á að gera það. Maður á að gera það. Vissart leitar og finnur. Gerir vel en Rex með puttan á púlsinum en Jón skilinn eftir í 1-2. Það var ekki að fara að standa hana. Skellirhlær 25 á Vanker. Langbesti leikmaðurinn á serverinum. Já, sá er að spila vel. Ábyggilega nýkomur á vakt líka. Þægilegur. Hann fór ekki í sturtu. Nei, jú, er það ekki eða? Nei, hann var ekki klára vakt sko. Hann var búinn þá 4. Það að vinna sama staði. Já það, já hann er rafvirki. Já. Hann að vinna 8 tíma vaktir, það er kvöldvakt, nætuvakt eða dagvakt. Rafvirki á vakt. Þetta er bara röspjö. Og sama ránd og Viktor alltaf að æða hennu. Reynir að finna eitthvað skot hérna en tekin út af Rex og þetta lítur strax bara illa út nema Vissart komið þeim til bjargar hér á uspunni. Og Jón líka. Þetta var mjög smúð. Nei, hann plantir það. Já, mér finnst það líklegt. Gæti gert það. Safe plant hérna. Hei! Getur við Vissart nær fríkennisunni til að loka hérna fyrsta landinu en það getur verið að sé að klukka sinn en Viktor, hann þannig aðeins að fara að setja sér í standina. 4-13 við kölluðum. Já, þetta var líka bara held ég bara komið 4 kills eftir 3 rand held ég sko. Já, þetta er bara mjög slæmt. Ekki alveg gýraður í þetta. 10-3. Hann er alveg komin upp, þetta er bara núna sögu line-up eða eru þeir með eitthvað á bekknum eða? Þeir eru alltaf með Mozart á hliðarlínunni. Já, sem átti á það væntanlega að vera fyrir Jóni, ekki? Jú. Við erum náttúrulega fyrst nátt í fyrirháleik og töpuðu rakleiðis næsta rándi. Já. Spurning hvort það hafi verið saman upp á teininginum. Þeir unnu 1 gunrónd. Já, það er 10-3 og Saga vann bæði pistol. Já. Það er galið sko. Já, það er ekkert spes.
dreifa sig um mappið, sjá hvort það geti fundið eitthvað. ADHD og Lár 5 HP á Scout. Ég held að Vekka séu bara að bíða eftir að Eyþór finni eitthvað hérna með skátinn sko. Ekki ólíklegt finnst mér. Alltaf að pússa hann upp shortið. Margir þar, Viktor og Jón báðir til að taka mótið. Taka þér öllítið niður. Scoutinn reynir að finna Og eitthvað. Vekka sér á móti. Hægir aðeins á þeim. En samt bara öllítið. Ætti að geta þröngva sér þarna út í olbúa, en ég veit ekki hvort það er góð hugmynd. Gætu leitað einhvers þar annars staðar. Nei, það er búin að hanga aðeins og lengi þarna. Það er ekki verið að gefa þeim neitt á silfurplati hérna. Nei, Viktor Viktor í gús hérna í mjög góður stöðu. Þetta verið svingaður hér hins vegar og fellur 4 móti 4 og Vanker er ennþá í play og sjálfsögðu er það næsta frakki sem kemur til hans. Kom með línu núna, CT-ið, Vírus kom með deglukill og það er alltaf fallum sjálft síðan. ADHD og Wizard 1-2 eftir. Það er Dual Barettas og Scout og 1 M4 Vírus. Hætti hann á þessu frakki? Nei, fellur utan fyrir Wizard og þeir ætla að halda byssum. Það er uppgjöf! Það var alveg svakalega illa haldið hjá Sögu sko. Ég sagði ekki M4 en það Rex alveg. Þeir eru ekki svona með armor. Nei, sko. þetta er eiginlega, þetta var svona rándið sem þeir allir bara svona kaupa í næsta. Já, hver var þetta Viktor hérna með Famasan í gús? Já, Viktor var með Famasan í gús. Þetta var bara að vera staða sko í þessu rándi. Á móti no armor, já. 100%. Þú felur því í gús, lætur annan taka kontakt, þeir hlaupa inn og heldur inn í másvon. Það er slæmt að ná ekki neinum. Það verður að segst. Kíkjar þetta í angulið með Famas, næri ekki frakkin á leikmanni sem er að kíkja frá short, leifir olbúanum að hlaupa yfir sig. Kannski þetta smá sviðskrekkur hjá honum. Nýliði. Nei, hann þekkir alltaf þessa stráka. Hann hefur spilað margt á mótið þeim og með þeim. Á ekki vera. Með að æða eitthvað flokki. Wizard, hann er allan með M4 úr senasta nándi. Ég heiti gert ykkur skaða hérna, en hérna þarf þetta bara að róa. Ég er að fara að taka eitt hérna. Þetta er smá. Já, húsaði Bélöfi. Hvað var hann með? Degluðan dóm eða? Já. Já, degla. Þetta er svo einfalt. Þetta lúkkar allavega mjög einfalt eins og við sjáum þetta núna. Bara ná long-controlinu. Þeir eru með 1 gaur sem er að halda miðju. Þeir eiga vissulega Bélobið sem er búið að minnka mappi töluvert fyrir Vega. En þeir eru bara að fýta Scout og AK og eitthvað sem er onni í grifinni. Já, mér finnst ekki, það er ekki mikið á baku þetta hjá Sögu, finnst mér. Það er rosalega hrátt eitthvað. Loksins eru þið búin að íta út neðralobby hérna. Hver er að sjá in-game liti núna? Er þetta Maggi bara? Já, þetta er helviti líklegt allavega. Gera þetta svo vel. Þetta er bara walk in the park sko. Þeir smókuðu 3 fyrir CT og lappa síðan bara á 3. smóknum meðfram vegginum, uppa og kvistbátum. Þetta var eiginlega sama ránd og Saga reyndi í second round í fyrirháleik. Þegar að hann tók 2 upp á með skátið hann Eyþór. Já. Það var bara svipan þeir voru ekki að gefa þessa fæta. Bara það löpuðu 3 með frá smókum í staðin fyrir 2 hann eins og hjá Sögu í fyrirháleik. Bara nákvæmlega sama ránd. Þetta er alveg þekkt ránd, bara þægilegt sko. Af því með smóknum þá hann skýlir svo mikið eða ferði alveg upp á vegnum á long. Já. Þú veist að þeir þurfa actually að væta, þú veist, væta longi eða þeir ætla píka þeir. Ekki djútileika heldur á Sögu til að tala um. Þetta er bara Gigi go next, sko. Úff, það er þungt. Já. Það er helvíti hart
Ekki technical timeout tekið af sögu heldur. Ég ætla að fara að koma inn á það sko. Þeir hafa ekki tekið neitt taktikalega neitt sko. Dóma meiri neðra. Og þeir eru margir á miðjunni að fylgjast með einhverju nákvæmlega svona. Hann áfáði. Gott headshot frá Rex hér. Hamas á sörtinu líka. Deathkick nær Wizard. Einn eftir. Jón gæti náð einum hérna sneaky. En Leo maður. Já, Deathkickið bara að spila vel. Bara að spila mjög vel. Já, áhugað. Skemmtilegt þarna. Ég ekki að sjá Viktor klára þetta. Nei, það helviti ólíklegt helst 12-3 virðist vera loka niðurstaðan í þessum leik og við erum þá að fara bara rakleiðis yfir í núkið. 5-5-5-5-5-5-5. Hann komið 5 frökkum nú. Það getur vonandi skotið inn í næsta leik. Já. Sem hann að gera. Snirtilegt. 2 HP hins vegar. Tíminn að renna út. Deathkick finnur frakkið og það 13-3. Þetta var ekki alveg það sem við vorum að búast við. Nei, þetta var ekki fallbyssusýningin sem var búið að selja með hennar leik. Nei, svona miðað við allt saman þá ætti map 2 að fara svona líka en þetta Counter-Strike og það getur allt gæst í þessu. Það bara nákvæmlega hannig. Já, ef við ræðum hennar leik örlítið og förum aðeins yfir þetta var bara vankersýningin í fyrirháleik sem bara gjörsamlega kaffarið í sögu. Já, og bara sögursýningin sem við tölum hérna líka, sko, hvort þeir væru ónýtt eða ekki. Það skrítið að ná ekki að peppa sig upp í leik á móti liðis eins og Vega. Já, vissulega, þú veist það vantar Furious, það ekki Bjarni, en nafnið samt Vega, þú veist þetta lið sem lið sem að lenda í topp 4 nánast í hverju einasta sísoni, þeir eru að komast í úrslitaleiki og þetta frankly bara lið sem hún verður að vinna til að ná. Já, þú veist, ég veit ekki hvað maður að segja en þú veist, þetta lítur þannig út, þú veist, fyrir okkur skilur þetta var svolítið andlaust, sko, en þú veist, svo kannski það ekki, svo bara stundum, þú veist, dagurinn bara svona, eða leikurinn svona, það bara gáta ekkert gert, skilur, eða þú veist, já, einmitt svona, það bara einhvern veginn enga leiðir út, sko. Þú hefur alveg lent á svona vegg áður líka. Þetta kviksyndi. Já, bara. Þú heldur þú sérst að gera allt rétt, síðan bara fyrir allt í fjandans og þú reynir allt sem þú getur og það gerist ekki neitt. Svo kannski áttar maður sig á því eftir leikinn, þú veist, af hverju gerðum við ekki þetta svona eða svona, skilur, en in the moment fattar það ekki, sko. Já, þá vantar kannski bara einhvern gaur sem að getur hugsa út fyrir bóksið, kannski pásu eða svo. Svo þetta kannski líka góða við þú veist allavega það sem ég sé coach eða þjálfar að gera, skilur, þeir sjá leikinn með öðru í þessu augum heldur en mennendur sem inn á vellinum. Þetta bara nákvæmlega eins með fótboltan. Bara, þú veist, ef þú ert að horfa á leikinn, skilur, eða spilan, þú veist, þetta ekki það sama, sko. Nákvæmlega. MVP í þessu mappi? Já, bara Íþór. 100%. Já, ég sammála því. Það bara eiginlega ekki hægt að hverfa frá því. Nei. Ég bara rosalega fegin að Vangar hefur mætt í leikinn í staðinn fyrir Furious akkurat núna. Já, bara geðu ykkur. Hann alltaf góður því að horfa á hann. Þetta líka Skagamar. Já, á þeim orðum. Það Skagamaður sem heldur með Skagamanni, engin sjokker þar. 1-0 undir hins vegar. Og Saga þurfa að koma tilbaka í núk. Ekki vera langt. Hvernig sem framtíð Red Bull veitir vængi.
velkomin áttur, vorum áttu í fullum gangi, Dust 2 niðurlæging hjá Vega, við niðurlæði sögu. Það var bara útför, hérna Palli fór og keypti kerti til að leggja á leiðið og ég veit ekki hvað. Já, friðarkerti. Hafa örlítinn séns núna þegar við förum í map-pickið á Vega, Mirage, til að koma tilbaka. Já, við fengum frábærar upplýsingar frá Pjakki, allra besta Vega-manninum og mesta Vega-aðdáendunum á Íslandi. Já, fanboy. Sörk sé að inngemnýta en ekki vírus. Það vil meina að vírus vil ekki snerta það með löngu priki. Nei, ekki. Bara alls ekki, hann bara búið til eitthvað hús á Selfossi með krakka og veit ekki hvað og Lindex IT og ég veit ekki. Já. Nóg til. Allavega, finnst þér líklegt núna að við séum að fara að fá betri leik heldur en Dust 2? Því að Saga, sko við tölum það, já, gæti verið náttúrulega að þú veist, þeir hafa bara ekki mætt bara virkilega sterkur liði Vega. Heldur að Vega séu núna að fara að spila sig örlítið lægra og Saga sé búin að skjóta sig í gang. Þú talar það fyrir náttúrulega að þú var ekki búin að sjá mikið af sögum Mirage. Nei. Ég bara var eitthvað að reyna að grúski haustum að mér og aðtöku hvort að ég fyndi einhverjar minningar eða eitthvað af því, sko, ég bara man ekki eftir því, sko. Nei. Sem er dálítið skrítið út af því að þetta ég held þetta sé ábyggilega vinsælasta mappið á Face til dæmis. Já. En ég held að ég spila ekki það mikið. Uppáhald mappið mitt líka og ég sé oft sagt, mér er bara skrítið fólk sem fílar það ekki. En það er kannski bara því að þú veist, einmitt þetta snýst hvað þú spilar í mappinu og annað, sko. Já, eins og við fórum. Já. Ég í Jumping Simulator og þú ert í Fragging Simulator. Já, það er alltaf no action annað, sko, og líka mjög snemm í rándinu sem ég fíla. Já. Skemmtilegt samt, sko, að við sáum þarna í Dust 2 Rex. Ég var að pæla ég var búin að sjá eina seríu á honum að móti ekkert svakalega góðu liði í hjóluð og enska, allt í live, fyrstu deildarlið bara. Og þá var hann að spila mjög vel. Spila núna á móti liði sem að er svona yfirleitt í spá í kringum 5 efstu sætin. Stendur sér frábælega. Hann var bara mjög öflugur, sko. Bara kom mér bara mjög mikið óvart, sko. Það er alveg byssja í honum. Já. Það er bara svoleiðis. Hvar myndirðu setja, þú veist, þú ert búin að setja upp dálítið svona liðskipulega, ok? Vírus, mitt, obviously. Vanker, ekki tengi. Jó, tengi alltaf, eða short, held ég. Ég held það sé short spilari, sko. Þetta er þá Rex í tengið, eða? Deathkick? Deathkick er alltaf í bíósinu. Já. Ætli Rex sé það ekki í tenginu og Sörk spilar alltaf bíós, ekki? Mér finnst Deathkick vera svona típan sem að pussar bíósið eru ógeðslega pirrandi. Deathkick lítur að taka aðeins þá Rex tengi og Sörk tekur bíós, held ég. Hvernig myndirðu setja upp lið sögu því að þeir við erum ekki búin að sjá mikið af þeim, þeir eru náttúrulega með quote-unquote Láner Jón sem við erum ekkert búin að sjá spila alveg nógu mikið með þessu liði. Nei, þetta er allt flotti spilarar og þú veist, þeir þurfa bara aðeins að rífa sig í gang. Ég held að þeir vilja sjálfur ekki enda seríuna á okkur svona eins og þetta mapp var, sko. Þeir hljóta að fara allavega að reyna að sýna sér rétt andlit og gefa okkur eitthvað leikina. Já, sína sér rétt andlit. Það minnum mig dálítið á reyndar sko, ég fór í gegnum svona að preppa fyrir leikinu og eitthvað og ég eiginlega verða að minnast á það. Horfðir á Epic eitthvað? Á Epic LAN? Já. Já, Dusty úti? Já. Nei, þetta var, þú veist, ég sá einhvern tímann nokkra póstaðaninn þar sem var eitthvað POV frá hinu liðinu sem var að keppa mótið og svona dót. Og ég vil alltaf því ítta á það var bara live is ended, sko, þannig ég var aldrei á réttum tíma, sko. Já, það var skemmtilegt að horfa á, ógeðslega skemmtilegt að horfa á, náttúrulega unnu ferðina út af Sigri og Rík. Já. Síðan bara, ég var sorgmættur fyrir hönd Vargs að lenda í einhverju tölvu sem var að bila og eitthvað. En er þetta ekki típískt fyrir hann, eða er þetta ekki... Það kemur ekkert óvart að hann er bara leiðan kveikt á tölvunni, hann opnar bíósinn og farið í einhverja overclocking stöf, sko. Það væri reyndar ekkert eðlilega fyndið að þú hafi sjálfur búið til vandamálið sem... Já, það hefði ekkert komið óvart með að gæinn kaupi sér örgjur einu sinni í mánuði, sko. Já, vissulega, en það væri reyndar saga til næsta bæðar. Þetta er óstaðfest, en samt staðfest.
Sko, þegar maður horfir á hann stríma líka, þú heyrir engum manni kvarta mikið yfir einhverjum frame-droppi og eitthvað. Hann með alls konar orðið yfir þetta, sko. Er þetta eins og Siggi Instant með... Já, þetta bara nákvæmlega, sko. Já, það er gaman að því. Aimlock og allt það. Og ef hann frame-droppaði þá bara út í næstu tölvubúð og nýjan örgjaratakk. En við erum komið live, Saga fyrir að koma vel tilbaka hér. Eftir 13-3 ósigur. Flassið lítur ekki undan því, en inn í tengið komaði vírusallan opnar þetta og ADHD Flassið er geggjað til að taka Dom af línunni og ætla að hönda niður Dom. Viktor glæsilegur þarna í förstrondinu með 3K. Já, er að skjóta sig. Hann skaut sig í gang í síðasta mappi. Hleypt honum inn í leikinn, vil maður meina, en þá er Sörk. Eins og Pjakkur kallaða 85% umkemlítir. Inn í tenginu, einnina nær hauskotin, en Vissard. Já, það er gamli góði. Herðu, en þetta er samt bara alveg síðasti leikur. Það er bara pistolferð til sögu. Já, þeir eru með 100% pistol sigur. Samt bara með fjórða róndi, er það ekki? Fór ekki 12-3, 13-3 á? Töpuðu báðum sekundrónum. Já. Sem er í rauninni bara afrek út af fyrir sig, sko. Þeir eiga 1 gunrónd. Já. Ég er ekki alveg viss að þessi hitti hjá Eyþóri. Það var ekki alveg viss. Nei, ég væri til að segja, en mér sýnist hann að vera lent að inn, já. Jú. Ekki aðeins smók. Fyrrs opnar þetta á ADHD. Hvað var hann með? Var hann með M4? Ég eftir ekki, típist að hann hefði ekki skátt, eða? Já, hoppandi út úr snæpur. Já, hoppaði hann út úr snæpunum, já, hann lítur hann hafi verið M4. Ó, það er skellur. Þetta er mjög mikið kærlis í þessu randi, sko. Þetta er einmitt randi sem maður er singlaður í snæpunum, sko. Já. Gæti verið að hann verið spottaður. Pinian hittir einn, en klikkar á hinum. Vankar þekktu fyrir deglunum sína. Það líður alltaf eins og að sé að fara að rífa hausinn á honum, sko. Já. Þetta er einvígi sem að er alltaf skemmtilegt að horfa á. Ég reyndar umbu-hatari. Já, ég bara var langt síðan ég sá umbuna, sko. Já, þetta er notað af einhverjum sérstökum einstaklingum. Tóku stuttastrætisvagni. Hann er búinn að taka niður í 20 og hann ætti að vinna hann að fætt. Já, gerir það. Leo kemur shorti með Mag 10. Nær mögulega einu myndan tilbaka. Spottaði með þess af leikmanni á A. Hail Mary að reyna að finna eitthvað. Lágir eru þeir og voru first pickaðir, en það er 2-0. Fyrsta pistol conversion sem það er ná í leiknum. Ja, þetta er alltaf farið að líta aðeins betur út fyrir þá. Ég myndi peppa með ef ég væri in-game-lítir eða bara einhver gaur í einhverju liði sem vinnur öll pistol og tapar second. Ég myndi peppa menn verulega í second. Já, það er rétt. Það eru oft rosalega erfið ránd, sko. Það er svo mikið sem City geta verið að gera, sko. Stakka annað hvort sæti, þá þarf að fara að tjekka hvort sæti er stakt og hvernig ætlar að fara því. Ætlar að senda einhvern einn gaur bara með safe pick. Bara með gleraugun að leita eftir infói, sko. Viktor er komin í gang. Grensu kill og 2K með M4. Kom með 8. 8 eftir 3, það er ekki vond byrjun. Eitt leikmann að finna vírus. Situr á deglu. Bottom mid. Gæti að fyndi Jóni það. Það hóta lemmi skjáin. Menn vita þessi með á kameru, sko. Það er alltaf örlítil hótun, sko. Nei, ég held að... Sástu ADHD að líka lág í senast útsendingu? Nei, hvað var það? Hann lék sér við kameruna, sko. Aha. Þetta er fættur leikari, sko. Hvað á hann að gera? Hann dodsaði gaur bara með soundi. Hoppaðinur á CT Dust 2, mollaði sætið og gaurinn mollaðist og tók sér hann líka lág. Já, ég sá klipp á þessu, þetta var geðveikt. Alveg rétt. Sörk og Vankar með stóru opnar þetta strax í byrjun, spotta leikmanni sem er í jungle. Það bara opnar fyrir hann gerði þetta án þess að hugsa.
þetta. Hann vissi að þetta væri opið. Það var mjög smúð. Eru núna konu með leikmann í lykilstöðu. Viktor eins og hrættu við þetta og klírar skynsamlega og Vanger liggur í valnum en manni undir. Eiga samt leikmann með vappa vírus leitar hér. Sér hvort það geti ekki fundið einhvern Hvar fekk Sörk þetta pikk eða? Var það í miðin líka? sýnist það Underground. Underground. Já. Já. Hoppaði Undergroundin. Sörk að leita á bíinu. Dómið við umbu. Sá hann. Held það kom sig að við komum út. Dómir að láta vita vel af sér. Umban. Gerir vel. Það bara lifa hendi frá sér öllu jútil sem hann getur. Það var spes. En virkar. Vá. Snirtilegt. 2v2. Bombarna fara niður hins vegar. Viktor. Hann. Spottar hann út. Grensa á smókin. Dóm þarf að koma í gennum mörgder líka. Skiptir í M4. 2v2. Nei. Það er. Þetta heppnaðist eitthvað niður fyrir hann. Gerir ótrúlega vel að halda lífi og ná fraggi. Vírus með línu. Þetta er sárt skot að feila. Hann skilur þetta ekki. Ég hef búið að sjá nokkuð svona skot hjá Magga í dag. Inputlækið. Hann skilur þetta ekki. Mjög animískur. Ég veit ekki hvort hann væri svona animískur eða það væri ekki myndavæl á hann, sko. Já. Nutta bísinn og þrísinn. Þetta er geðveikur vítis. Ég rósa þessu allt of oft, sko. Já. Það er bara öðruvísi að horfa á leikinn svona einhvern veginn. Þá er þetta actually manneskjur á bakvið kallana hann. Já. Í miðjun að koma er AT-80 á vappanum. Skemmtilegt play á Viktor hérna. Smókur neðst í tengið og fer beint upp á bekkinn að leita. Þannig heitur. Getur komið í liðin á hann? Nei. Gæti gert það. Sem hann gerir. Vel gert Eyþóri. Þá leita annar stað. Ói! Hann er hreyfanlegur. Nær frakkinn og Vissard. Þetta er pirrandi. Þetta er mjög pirrandi. Hvað finnst þér svona MP9 hlaupandi dóti? Ég hata það. Já, ég líka. Ég veit að þeir kvarta mjög mikið undan þessu prófspilarinn, sko. Þetta er orðið svona minna skillhefi leikurinn einhvern veginn, sko. Það geti einhvern veginn allir tekið headshot, sko. Run and gunna. Já, ég er að segja það, sko. Þetta er svo með deigluna, þú þarft ekki að stoppa núna, sko. Þú getur bara hlaupið, bara haldið að inni og skotið, sko. Byssan sem að pirra mig langmest samt sem aður kostar $500 í CT 5.7. Já. Óþólandi. Já, maður hefur séð mörg svona ránd, maður hefur tekið eitt og eitt svona, sko, en svo er stundum bara eins og maður haldi bara á tútubissi þegar maður er með þetta, sko. En ég oft skil ekki alveg. Ég get ekki spammað með byssum svona mikið, sko. Ég bara geta ekki. Nei, eins og maður horfir á þess að gauðra með þennan dúlís, bara hvernig er hægt að íta svona hratt á máseit, sko. Ég sé það, þetta er bara eins og sé. Bænda það bara á skrollið. Ja, það var allan alltaf þannig í Go, sko, þegar þetta byrjaði, þá voru menn með bænda bara scroll down, sko, shoot, sko. Drr. Mér finnst það líka leiðileg byssa í þessum leik. Mér finnst hún er einmitt þannig að þú þarft ekki að hafa nein skil til þess að nota hana, sko. Þú brettast? Dúlís. Nei, þú sér það bara yfirst í öllum svona prófleikjum. Það er yfirst bara eitt ace í hverjum leik með dúlís. Já. Það er bara 3 king, bara út af því að þú staðsettir sig og spammaði bara. Akkurat, sko. Þú hleypur bara inn í þetta einhvern veginn, þetta endar í haustum maður. Þrjú. Já, þá er hluti sem Tommi og Palli hata í CS2 komið. Ekkert meira sem við höttum. Næsta á 5. daginn fyrir við hvað við elskum. En 3-3, svo talar það er allt jaft hér. 3 ránd í röð hjá Vega líka. Ert þú með hennar smóka? Hraðan snæper? Nei, ég er ekki með neitt. Þarna spónsmók í neinum appi. Jú, ég er með einsett. Ég er ekki með neitt þar. Ég er með alla hafnar. Með einsett engan í mér ass. Spilum ekkert mér ass.
Já, þið eru líka þannig. Bara ekkert eitthvað, þau höfðu mappið, bara alltaf endum í Ancient Anubis í Faceit. Já, Bara galið. það er samt skemmtilega með það. Já, mjög skemmtileg með app. Ég var alveg til í að spila meira þess og hoppa í bíósinu. Við spilum líka mjög mikið Ancient og svona, sko. Það er bara, við töpum bara alltaf þegar við erum City, sko. Við erum bara með gæja sem kunni ekki held að býja, sko. Já, það er bara skipta honum á A-ið. Já. Alltaf komnir inn á B-sætið, engin bomba komið niður, en fullt af pikkum komið og þeir eru búin að gera sér grein fyrir því að Viktor getur verið að koma í underground en 2 hröð frögg og þetta galopnat Sörk komið HT eins og þar glæsilegt. Vita Viktor í bíósinu. Ég held að Sörk rífa á hann hausinu. Já, gerir það, nákvæmlega það, rífur á hann hausinn, 4. rándið komið og Vega er að enda í 1 stykki frábært comeback hérna og góðan terrháleik. Þetta er svo mikið oft svona momentum, við erum að ná 2 headshotum með eitthvað í rándinu, sko. Þú veist, þegar þú ert að spila þá bara líður stundum eins og þú getur ekki klikkað, sko. Já, bara komið 2, ég er alltaf. Já, alltaf bara að taka. Það tekur bara deikluna núna, sko, dreif síðast. Hrundi eitthvað eða? Ég veit það ekki, það er bara, við erum í stór hættu hérna. 5-7. Já, Sörk gerir nákvæmlega sem það þarf að gera, bara beint í haus, ekkert vers. Digla eins og þar í bíósinu sem gæti verið að leita. En Rex heldur rampinum ATHT. Ekki búin að vera atkvæða mikill síðan í Dust 2 í raun og veru. Nei, ég var að vísu ekkert atkvæða mikill í Dust 2 það. Hann átti hana nokkur högg með skát. Já, við sáum hann takka í byrjun. Já, og drepa í gegn. Já. Það er ekkert rosalega mikið annað. Býttu. Við löpum frá. Já, vá, við fattaði þetta ekki. Rex heldur hann sé að halda baki, en hann er svo sannlega ekki að gera það. Þetta er maður sem kann að spreyja. Já. Top mid. Er eitthvað að ég hátti en þetta? Maggi er bara... Hann á að droppa og fara í AK bara. Já. Eða hvað? Ég er enda virði vappa sem bara nei. Ég tek hann. Ég ætla að halda vappanum. Ég er ekkert heitur en ég er alltaf að fara að vera betur Ég en held allt að hátíð. Maggi er líka einmitt þannig, ég held að hann mun aldrei sleppa að taka vappa. Ég veit það ekki, mér finnst alveg gaman að taka vappa, sko, en þú veist, mér finnst skemmtilega að vera bara reyfill, sko. Manst eftir, Breiðablik þegar Míndigrís og Vírus voru saman. Já, það gekk ekki alveg. Það gekk ekki alveg. Það var Maggi sem að sleppti prikkinu, sko. Og Ingem lítið á sama tíma reyndar, það gleymist oft. Það er nú alveg virkað vel að vera með vappa sem er engilitir, bara eins og Heroic var og... Virkaði samt einhvern veginn betur í CSGO. Já, reyndar. Já, hefur eiginlega... Hvaða vappar eru Ingem lítið í dag? Ég held að sé bara engin. Nei, ekki það maður pælir í því allavega. Þetta er oftast bara eitthvað lélegir rifflar, sko. Já, bara algjörlega subpar rifflar. Já. Bara 8 frögg, geggjaður. Já, þess að Katie, sko, það er... Bara heimilslaus. Já. Ekki góður riff. Það er unreal að horfa á hann, sko. Hann ætti eiginlega bara... Þess Carrigan er hittari, sko, miklu. Já, Carrigan var allavega stjarnægndum hann, sko. Já. Þó það hafi verið 2009. Hvað að gera þér hérna, já. Rex er ekki að horfa í baki á sér. Nei, hann veit ekkert hvað ATHT er, sko. Nei. ATHT fór vitlaus á leið hérna, sko. Nei, hann horfa rétt að leið. Sætvinur, vita þannig hvað hann er niður komið núna, þannig að þetta er alltaf að fara í 1 á móti 1, Sörk. 2 sem þekkjast. Já, ansi náið. Bomban fer niður núna. Ég held að ATHT viti ekki alveg 100%, er að finna fyrir sig núna og heyrir að þetta er B. Sörk fær næra tíma til að koma sér fyrir. Það ætlar að koma sér fyrir í... Þetta er aggressiv pósa, sko. Já, mjög aggressiv pósa. En mjög mikið one and done pósa. Það nýtur alltaf að kíkja þetta, sko. Já, klúður á því að hitta tímasettinguna. Hendi samt niður $300, sko. Já. Þetta eru stælar, hann átti bara 400 fyrir, sko.
Það er skýta kaup á sögu, sko. Já, hann er ekki að droppa einhverju, sko. Þetta er bara kolt lítill og reglulega hvað MP9 er að fá með þess að Hann hefði átt grensu núna til Já, að já. grensa smókin í Sniper. glugga. Já. Svona eru stælarnir. Það er bara hannig. 5-4 saga með 1 tilbaka en frábært kaup hjá Vega. Allt til alls. Sjá til varpan. Það er að skjóta sig í gang. Viktor lykil stöðu hér til að finna frögg. Spottar hann út og Rex er bara sendur í að finna fraggið á hann. Enn og aftur opnum. Það var skemmtileg hugmynd hjá honum, sko. Þetta er mjög góð smók, sko. Einmitt fyrir þetta gat, sko. Þeir eru mjög duglegir að finna sér opnanir í miðjunni. ATHT lemur þetta vanti frá sér. Enox svarar 3v4. Það byrjar þessi 3v3. Vírus hittir vapparskundur sinu komin upp tengið. Þeir eru að taka yfir A-sætið hér. Komin djúft í rampin. Vissart virðist vera að ég rótita bara yfir í Palas. Var að klíra terspon. Sjá hvort að bomban væri kannski að rótita í áttina að honum. Já, þeir vita náttúrulega að Enox hérna, sko. Smókur fyrir rampin. Bomban hvergi nærri við að fara niður alveg strax. En af hverju sér maður ekki á mínumappinu núna hver er með bombuna? Þú veist, hérna þá. Já, það væri mjög þægilegt. Já. Og vita af leikmannum sem er að kíkja. Það er samt frakkinn að droppa niður. Tekkan er heit. Og Dom, hann er komin upp rampu. Hvað er að gerast? Þetta var allt of tæft. Já. En þeir klára þetta. Þetta er vel spilað hjá þeim. Leo með 1 leikmann í senasta. ATHT droppar byssu í kjölfar á því og kaupir sig upp fyrir $3.000. Og Vissart insta kaupir Digglu Armor. Þetta er harður heimur, maður. Það er íbúðaláni maður. Stýra vextinir. Saga eru í klandri. Þeir eru komin í bílstjórasætið, vekkamenn. Upp á sí. Hitti jumpinu að það var leikmaður komin út miðjuna. ATHT gleipir grensu og sörk. Aftur eru þeir að ná opnun í miðju. Jú, hún er bara að taka þetta bak, þetta hlýtur að vera. Þeir eru bara komin upp aðeins. Rótitið að hann komin. Dom með 1 með Digglu en 3-2. Og þeir eiga sætið. Þeir að rótita gegnum CT. Gæti skamma hérna örlítið. En vita af báðum hérna falli. Já, þetta er búið. Ekki klárar þetta. Dom liggur í valnum 7-4. Já, ég er hrifinn af hvernig Vekka er að spila þetta. Það er eitthvað á bakvið það allavega. Já, þeir eru með pælingu í rándum. Já, þarna var bara samloka aðeins, sko, bara það er eitt íkárand að fór ein Mac 10 hérna í miðjuna sem var sennilega bara í því að fara að sækja info og deyja fyrst sem var nákvæmlega sem gerðist. Og svo var þetta bara sópun eftir það, sko. Það skipti þá engu máli hvað þeir mistu margar byssur í síðasta rándi, sko. Ekki eins og niður smá. Þeir lifuðu nokkrir þarna í rándinu á undan, áttu nógu pening, það er ódýrt að vera terri. Já. Og Krissi lætur endrið sér í miðunni. Guðmund sagði ný. Smók fyrir tengið. Double smók fyrir tengið, með þess að. Enox stóð líka bara wide open hérna á træs. Eða Ísir geta látið drepa sig. Já, Jón í góðri stöðu þetta. Jón á Sérstaklega, já. Nei. Hann er núna að hugsa að ég vona þeirra ekki vera að horfa á mig. Nei, við vorum að horfa á því. Þetta var Casters cursið, hann er nóg 2, bara byrjar ekki 1 niður. Þetta er stundur svona, maður. TV time maður. Já. Vírus spottar hann út, flassið flýgur frá Vissart. Hann er líklegur til að vinna svona. Hann hefur séð Vissart vera smooth, en hann er komin gett rætt. Finnur fyrsta en sörk. Klárar hann, var hann ekki við armor?
Mér lúkkaði ekki þannig þegar að hann fekk skotið í sig, sko. Veistu það fannst hann ekki að hristast fullt Já. mikið það? Mér fannst það líka. Ég bara tók ekki eftir því, sko. Það Veistu- hlýtur að hafa verið armor. Það gæti alveg verið að hann hafi verið nóarmor. Það gæti verið, sko, en ég Forsaði sinni í 1500 í deglunandanu á rándur undan. Já, hann fæði samt 3000 og eitthvað, sko. Kaupir Já. kolt, hvað, hann væntalega 3 og 5 sem hann fekk. Já, hlýtur að vera. Hlýtur að vera. Það var eitthvað skrítið. Framúr. Ekki nema hann hafi kannski, nema hann hafi kannski droppa vappa á, nei, hann átti ekkert pening fyrir vappa. Æ, við reiknum þetta út eitthvað maður sér. Já, já, við kíkjum á þetta í replayinu. Þetta er bara bíbop. Eru 3 annars, sko. Vá, þetta flasa. Ha? Nei, nei. Hver var þetta? Þetta var Rex. Hvað er að gera? Hvernig lifir hann þetta af? Þetta var Viktor með teamkill og þetta er bara djóks. Hvað er ég að horfa á? Fyrsta pistorándið til Vega hins vegar í þessari seríu. Aha! Hver hefur samt ekki lent í þessu með uspu? Þegar þú klikkar að fyrstskótun í baki á gaur, það bara er ekki sénsust að vera hitta aftur, sko. Sástu hvað hann gerði samt? Hann með Dubarettas flúðraði fyrstu 8 skotunum Ég veit. samt með 3K. Ég veit það. Þetta var ótrúlegt, þetta ránd. Þungt fors hjá Sögu. Þetta er bara svakalega þung spilamennska. Já. Vissardi komið diglu og full armor, sko. Og 1 flass. Já, hann er eini sem keypti sig niður. Já. Það er alvöru töfrar í því. Töfrar í burtu peningi sinn. Hann er að láta drepa sig núna. Það er stamlokaðar hérna. Hann gerði gerði lítið sem ekkert með þessa diglu. Smá skaða á Vanger. Já, þetta er pirrandi að taka, hann er close með díkul, sko, maður vill að 2 skot í potti síðan nóg, sko. Vá. Smooth. Hann er að hitna kallinn, þetta er dísellinn, sko. Já, þetta er riffill. Þetta er ekki dvappi. Ok. Já. Þegar maður segja. Hann lítur glokka sig í þessu. Dóm einn eftir. Reyndi M4-in en bregst bóðalistinn 10-4. Þeir eru rándi meira enn í döstu allavega. Já, þeir geta tekið það út úr þessu. Horfa tilbaka. Þið voru flottir. Já, ótrúlega vel spilað okkur. Kaup móti kaupi. Vissard. Full armor. Smókur. Flass og degla. Það er alltaf sjens þegar hann Vissard á í hlut. Hann hatar að spara. En það er ekkert leðilega heldur en að taka ígóran. Það getur ekki tekið P50 eða? Jú, en það er bara svo leiðilt að nóar með þessu leikmaður. Kannski, hann dinkar hann kannski í fyrsta skoti en svo er ekki sjens að drepa hann, sko. Já. Bara út af þessu, hvað heitir þetta? Impulse eða eitthvað? Já. Impulse, já. Impulse. Þeir sækja entry hérna, það virðist oft ekki hafa skipt máli, sko, hvort þeir náðu entry eða ekki, sko. Það er alltaf að núlla strax út. Jón er komin í tengi hins vegar. Þeir eru spottaður út Dóm nær Vanger. Þetta er galopið A-site. 12 HP sörk hérna, lifir ekki lengur. Þeir eiga að taka þetta land. Þeir eiga Rex í pókáðnir eða. Já, hann er komið bakt herspón. Lengi aðeins og það leikmaður komin í rampin. Ég hefði nú bara kallað save á þetta, sko. Já, það var alveg líklegt. Defki Ja, næst fragginn og missi bara 70. Þetta var Vissard á diglunni. Ó nei. Rex á smók fyrir hann, sko. Hann getur hent smók á bombuna, sko. Geti smókað eitthvað út allavega. Spurning hvort það er reikn út af Viktor síðan. Smóku fyrir CT. Það er kitt á Rex en hann ætla bara að flýja í burtu með AK-in búinn að gera skaðan sem hann þurfti. Nægur peningi fyrir kaup í næsta rándi. Rex droppar einni á Vanger. Og Maggi tekur MP9. Ágæðis kaup. Já, allt í lagi. Svipa kaup og terranir, sko. Það er allavega ekki mikið af stöffi á sögu, sko. Viktor með Mach 10. Já, Viktor Maggi, en allir takir bara eitthvað hratt bíð hérna. Gæti alveg verið. Allir að hlaupa í áttina B allavega.
Jú, þetta bara B-rush. Og það er bara 1 á B. Nei, þeir eru 2, það sé ekki. Já, þetta bara B-rush í gamla og Fyrir sjórti, Deathkick er að fara að taka á móti þeim. Hann er allt og seinn. Það er einum og verður hann á öðrum. Gerir það ekki, 3-3, Dom. Hann er lár, gæti verið grensaður hér. Nei, það var ATHT sem tekur skellinn. Hér er að singla menn eins og í 2 rándum áður. kemur sér upp fyrir B-húsið, sko. Já, snirtilega gert. Vissard finnur hausa og þetta ætti bara að vera snirtilegt afturplant, sýnist mér. Ranker lár á skátinum. Já, ég fíl þetta, Change of Pace aðeins og ég hef gert það líka. Rössa B-hana. Ef þau rössa B, þá nærið ekki að hoppa upp í húsið. Ekki? Nærið ekki. Þeir eru komnir svo nála þér á því. Já, sérstaklega þeir líka að henda þarna early flussunum þarna yfir þakkið, sko. Bara ert blindur, ert að tökka. Og ert alltaf í slæmri stuðu þarna á þessum blessaða bíl. Það er ekki síðan mörg sparand hérna frá. Já, gott ef þetta sé ekki númer 2 bara. Þetta er snirtilega gert hjá honum. Já, þetta er... Hann keypti sér niður. Er þetta eitthvað nýtt eða? Sörk keypti sér niður í bara 0. Já, það er... Hvað voru að droppa deglum eða? Er þetta ekki bara degl? Nei, ég held að hann keypti sér bara P250 hérna molla og flash og gerði þetta henni rann. Ok. Það var 3 að koma í baki hérna. Þetta er alveg góð tímasending á leikbunum að koma í bakramp og... Ætti að taka 1 allan off guard, sko. Já, hlýtur að vera. Ná einum, treyta annar leikmaður í rampinum, hins vegar einn í húsi líka sem getur verið erfitt að eiga við. Sérðu, hérna er að tala með impulsi, sko. Það er ekki bara því að einhver heldur áfram að skjóta. Það bara er vonlaust að hitta á, sko. 10-7, Saga. Þeir eru í smá kompaki hérna. Já, þetta er farið að líta aðeins betur út, aðeins bjartara yfir núna. Sörk. Já, ég ætla bara að byrja að kalla hann Ingem lítir. Þetta er bara Ingem lítir Sörk. Kýlítið Sörk. Það virkar á mig sem svona gauð sem talar ekkert það mikið. Já, mann samt alveg elskar að spjalla, sko. Það er bara aftur. Leo er 1 þarna. 5-7 and a 3. Já, nær einum tilbaka en það er bara ekki nóg. Þetta er eiginlega þriðja sparandir í röð, Já. Út með þig. Og sjá Sörk. Einhver gæti. Já. Þannig aðeins kólnað á honum samt. Hann var með þetta alveg á hreinu, hennar spón. Ég vil sjá skýta glottið á Viktor þegar hann á þessu. Ég held að það sé bara rass í fókus, sko. Sér hann? Já, það sést. Þungt yfir honum. Svona er þetta 10-8. Fyrsta görnundi í alveg dágóðan tíma hjá Vega. Búin að hleypa Sögu rækilega inn í leikinn. Hvað er að sjá bara hvartu brátt núna? Þeir djöfull breyttu upp plönum sínum. Það var alls ekki að fara hægt, við þurfum að fara hratt. Það er að virka. Já, við þurfum bara hratt á staðina, bara treyta, algjör chaos. Já, þetta er bara seifhelgi hjá Vega. Það er erfitt að kalla retake en já, sérstaklega ekki þegar að Rex er fallin líka. Ég veit ekki alveg hvað Leo er að gera hérna. Það vil sér að taka smá Vá, hann komst bara þangað, sko. 1v2, hann er ekki með kit. Nei. Hann er með vappa líka. Það er alveg, það þurfti eiginlega deathkick hana. Það þurfti að láta hann lifa. Ef hann er ekki að fara að ná 2k hana og setja í 1v1 þá ertu bara að fara. Já. Þetta var á deathkick, sko, en þetta var samt alveg, þetta var ekkert illa að spila hjá honum, sko. Hann var kannski smá viltur hana. Já, í endan. Já. Já.
Ég held að vissi sjálfur ekkert hvað hann var að gera sko. Hann alltaf snýri sér bara í svona 40 hringi inn á assettunni sko. Hann var að hækka sensið þetta aðeins. Ekki alltaf að býja aftur, nei. Ég sá hann hendi smókum hann, þetta eitthvað fake B-röss, já, svo fara þér að. Ég væri bara alveg til í eitt röss A bara. Já, það að feika röss B. Já, 2 instant rotate Þeir eru bara komnir 4, þeir eru að svín virka. 2 út Palas, það er enn í rampinum og núna er að rotate Sörk fallinn, aðsætið það er alveg fallið. 2 sem alltaf koma CT, bombar ekki komið niður. Til að finna frökk hér til að láta virka Rex á Famas. Ef hann tekur dómina, dóm er að gefa sig sko. Ó, Rex! Nákvæmlega sem þið gerðu sko. 3v1 Hvað er Molli á Rex. Vitum hann, Mollin er góður, ítir honum upp og Rex glæsir þetta 4K þarna. Þetta var mjög illa spilað hjá Sögu. Þannig að vísu frábælega vel gert hjá Rex en til hvers að gefa sér 2 hana 1 og 1 líka á svítispanninu sko. Kom ekki neitt stöff með þessu eða neitt sko. Ég kallaði þetta áður en það gerðist. Já, langt á undan sko. Sást 2 á CT og Dom var aðeins of. Aðeins svo framalega sko, þannig að þeir voru ekki í treidstöðu eins og sko. 11-9. En Rexa stimpla sér vel inn í þetta. Já, heldur betur. 23-13. Já. Vírus ekki með sama stamina. 17 frá gónum. Svo sem átti skuldlaust þarna. Dustfið. Já. Maggi að spila, já, Maggi spila mjög vel í Miras. Hann byrjaði að lifna örlítið yfir honum. Hann byrjaði að hitta nokkrum vappaskotum. Haldi ég háti 1 í bíósinu með vappan. Það er ekki kannski Nei. optimal staða. Sérstaklega það er búið að smóka þig út sko. Já, þeir eru bara út allt hérna sko. Ég vil sjá það bara beinskita aftur. Já, þeir litu allan mjög vel út þannig. Þannig eiginlega þekki maður líka Sögu best sko. Ég sá þetta bara fyrir mér að hann var að fara að drepa hann sko. Hún er í vesen. Rex. Vittu, já. Fang er bara komin í róteti. Og þá ætlaði að róteta yfir á æð. Sörk bara að koma sér þessi góða stöðu hann. Nei, það er ekki góða. Viktor búinn að spila refrag endalaust á það. Það var mikilvægt stótt hjá Danna. Þá Rex, Vanger, 2 eftir. Svo sem menniti sem myndi klálega að kalla MVP veka hinga til. Já. En það er langt frá því að krækja í þetta ránd. Sá hann. Herri, við erum með leik hérna. Já, we have a game. Yes. A Miraz game. Viktor líka búinn að stimpla sér vel inn í þetta map. Og það er mjög öflugur fyrir Sögu. 11-10 og Vega þeir eiga 1 kaup og eru síðan alveg staurblankir. Eru vissulega með full loss bonus eftir að hafa verið dálítið að ströggla en Vírus að opnar þetta á ADHD í miðjunni sem var uppskriftinni þeirra termegin en núna CT stakkandi 2 á B-setinu og 2 á A. Þetta er ágætið setup. Já, þetta er fínt setup sko, með allan smókin er þá uppi sko. Leið og smókin fer þá er Sörk Vondri stöðu. Ég held að ég þarf hljóta smóka rampirna fyrir hann. Já, virðist vera hann gæti komið aðeins of seint. Já. Eða bara perfect tíma. Eða bara perfect tíma. Dom flassaður nær Sörk samt sem áður og 2 koma. 1 út Palas og 1 út rampin. Komin á Tetris en Vírus slekkur í Dom. Ágætis breakdown hjá Viktor sem er búinn að vera heitur eins og þú segir en er í vandræðum hér á Tetris. Reynir að cosplaya Donk en gerir það ekki. Tíu 12 Vega núna komnir á map og match point. Hvað gera þið núna?
Mökkur, tekkur, 1 AK. Ætli Saga fara ekki 3B hérna? Rössa B. Ég held að Saga hljóta fara 3B. Sjá þetta Röss B. Allan daginn. Ég fara þær... Nei, þeir fara bara 2B. Smókuð Nei, þeir fara 3B. Já. Smókuð fyrir glugga, smókuð fyrir shortið. Komast hérna út og Death Cake fellur. Rex og Sörk og Vanker. Með góð frökk hérna strax í byrjun og Vanker hásbreytt frá því að klára þetta. Jón 1 eftir á lífi og nær einum hérna til að lengja örlítið nokkra sekundur en 13-10 niðurstaðan hér. Þetta var leikur. Það var gaman að horfa á hann. Aðeins meiri leikur heldur en Dust 2 allavega. Já, klárt. Og þú lofaðir þessu. Við fáum rykmöppin, þá fáum við frábæran leik. Nákvæmlega. Það er bara geggjað. Já. En þegar við rýnum svona örlítið í bara hvernig leikurinn fór, þú veist, þetta byrjaði rosalega mikið á því að mikið af því sem við vorum búin að sjá úr, þú veist, Dust 2 leiknum, það var bara geggjað T-Hef hjá Vega, voru að byggja sig upp í rándin miklu betur og já, fátum svör sögumegin. Já, svo var þetta eiginlega bara akkurat öfugt svo hins einn, sko, þegar að Saga fór í gangi í perlitunum, sko. En dálítið svona, þú veist, þetta var mjög beinskitt, þetta var Röss B, Röss A, rosa mikið steinaldar svona... Sem gekk bara mjög vel, sko. Dálítið mikið sem við sjáum bara frá sögu. Já, þú veist, mér finnst Saga einmitt vera akkurat svona lið, sko, sem að, þú veist, þeir geta spilað mjög hægt en svo geta það líka verið einhver algjöru bulli, sko, og sem að virkar fyrir það, sko. Já. Hefst bull ekki bull, ég elska svona séð, sem ég bara svona early fightar og já, rándin þurfi ekkert alltaf að vera 1.40 eða 1.50 eða hvað sem það er, sko. Alls ekki, þetta er mjög mikið íslenska leiðin. Já. Bara opna hratt, loka hratt. Já, þetta er bara svona eins og maður spilar face-it á kvöldinu svona, það er bara því hraðar sem þú spila leikinn, því fljótar er hann. Já. Því fleiri nærðu. Því fleiri leikjum nærðu og þetta er Papa CS. Já, þetta er nákvæmlega Papa CS, sko, ég fíla þetta. Papa CS, hver myndir þú segja að vera MVP-in í þessu leik? Ég myndi segja bara Rex. Ok, ungi strákunum að fá fyrsta MVP með skjátast ekki. Já. Af hverju? Hann var bara opbáslega öflugur, sást líka rándi sem skipti hvað mestu máli þarna þegar hann er að famas hérna á sítisbúninu og klára basically rándi fyrir þá. Þetta er stærsta ránd leiksins og hann á þetta bara skilið. Já, 100%. Þetta Vega-liðið og þetta sögulið á móti þessum hinu stóru liðum í deildinni. Þetta er náttúrulega 2 riðlar eins og við höfum séð. Dusty, þeir eiga bæðilið eftir að spila á móti Dusty með line-upinu sem fór út á Epic. Hvernig heldur þetta að matsi upp? Ég held þetta verði bara, þú veist, sérstaklega með þessi stærstu liðin á Íslandi, ég held, þú veist, það er alltaf leikur sama hvað liða er nánast, sko. Þú veist, það er alveg langt síðan og sást Dusty reykja annað liði, skilur. Það er alltaf eitthvað, sko. Og ég held að við höldum bara áfram að sjá það. Já. Bara leiki, við viljum skemmtilega leiki, sko. Já, við viljum ekki Dust 2, við viljum Miras. Já. Það er bara klárt mál. Já. Já, þá bara rosa lítið annað það að sjá. Hvernig fannst þið samt leikskipulagið hjá Vega? Þú veist, eins og vorum að fá fregnin af Sörka Ingemlíta, litum mjög skipulagið. Já, mér veist það, þetta bara líta mjög vel út og það var greinilega gott communication í gangi, hvað sem maður segir, sko, en það var allavega, þú veist, mér leist bara mjög vel á þetta, þú veist, mér veist allir flottir, Eyþór geggjaður í fyrsta leiknum, Rex var góður líka í fyrsta leiknum, en steg svo mikið upp í Miras. Maggi viffaði fullt af appaskotum en var samt rosalega flottur, sko. Já. Ég sá það líka sjálfur, hann var brjálaður út í sjálfa sig. Já. Þetta er keppnismaður. Já, svona á þetta að vera. Ég sá þetta líka hjá honum, sko, en ég vildi ekkert segja neitt, sko, en ég var ánægður þegar ég sá eitthvað smá svipriði frá honum, hann var ekki sáttur. Hann það passjónið. Því ég var ekki sáttur heldur að sjá þetta. Palla kallaði hann út. En já, þá er leik lokið og við eigum næst dagskrá á fimmtudaginn. Það er hörkuspennandi leikur sem ég man ekki akkurat núna hver er, en hann verður auglýst á helstu samfélagsmiðlum þá. Við þökkum kærlega fyrir kvöldið, þangað til á fimmtudaginn. Verið bless.